mánuðum 1965 og sú sýning tekin upp hér í sjónvarpssal 1967. Þetta einþáttungur í raun aðeins síðasti hluti af sýningu sem bar heitið Þjófar, lík og falar konur. Einþáttungurnir voru 3 og allir eftir Dario Fo, en einkum þótti miðleikurinn Lík til sölu sæta tíðindum fyrir Nýjabrum sakir því að þar var trúðleikur kynntur íslenskum áhorfendum. Og með þessari sýningu var ítalski skopleikjameistarinn Dario Fo kynntur íslenskum áhorfendum og það reyndar löngu áður en nokkur hafði heyrt á hann minnst í flestum nágrannalöndunum. En síðan hafa verk fárra höfunda verið oftar leikin hérlendis, bæði í Reykjavík og út allt land. Sýningar á Þjófum, líkum og fölum konum urðu 100 talsins og stóðu í 3 leikár. Þessar mundir tók sjónvarpið okkar til starfa. Fyrsta íslenska leiksýningin í sjónvarpinu var Jón Gamli eftir Matthías Jóhannesen, en það hafði verið leikið í Þjóðleikhúsinu, en Nakinn maður og annar í kjólfötum var hinn fyrsta erlenda og fyrsta sýning úr Iðnó. Sjónvarpið var þá frumbýlingslegt og ber þessu upptaka að sjálfsögðu þess merki. Hún tekin í svarthvítu og við aðstæður sem voru svo frumstæðar að upptöku var stjórnað úr gömlum upptökuvagni utan hús. Þennan vagn hafði sænska sjónvarpið gefið okkur. Nú ekki var hægt að klippa svo sem nú heldur varð upptakan að bera eða bresta, sem kallað það sem úrskeiðis fór varð aldrei leiðrétt án þess að byrja alla upptökuna upp á nýtt. Þetta með öðrum orðum tekið í einum rykk á 3 myndavélar samtímis og klippt á milli í hita leiksins í heila klukkustund samfleytt. En þrátt fyrir ýmsa galla hefur þessi bráðum aldafjórðungs gamla upptaka ómetanlegt heimildagildi og vonandi eitthvert skemmtanagildi líka. Hér getur að líta nokkra helstu leikarellar frá þessum tíma. Ég get hér aðeins Guðmundar Pálssonar og Haralds Björnssonar af því að þeir eru horfnir frá okkur. Og svo náttúrulega gaman að eiga Gísla Halldórsson í þessu fræga silfurlampa hlutverki hans, Götusóparanum, þó að hinn helminginn Bóvan ljúfa í Lík til sölu vanti. En á þessum borgarleikhúsdögum eðlilegt að rifja upp leiksöguna. Þetta sem sagt hið elsta sem sjónvarpið getur lagt af mörkum. Og sennilega breytti þessi sýning nokkuð viðhorfi manna til skopleikja, því að þeir eru auðvitað bæði góður og vondir eins og önnur leikverk, harmleikir, óperur og svo framvegis. En sem sagt, nú hefjum við leikinn, góða skemmtun. Meðan í annara bóli bregðið þið á sprett, meðan löggan hún eltist við lillurnar, leitum við hér að rusli og drasli. Það mikið til, það mikil kvöð, að metta eina sorpeyðingastöð. Þó að sólin sé linuð lífið hart og lítið úr bíðum að vera. Með
hann heimslaulist til, þá vinnum við. Já, viljið þið svara, við í því. Úr því víst skipnar allt saman á ný. Já, viljið þið svara, við í því. Úr því víst skipnar allt saman á ný. Hvað þá satt? Andstæða þeir sem eru ósatt? Jú, segja má það svo sem. Er það nú samt? Hvað er það þá sem er ósatt og það sem er satt? Hvernig á maður að vita það? Er það satt sem að er satt? Er það hið sanna sem er satt? Eða er það satt sem er falskt eða ósatt? Er nefnilega hið sanna og hið ósanna reyndist vera eitt og hið sama. Býtu við að þetta stinga svona af? Ég vil vera einn undan fyrir mig. Fattarðu það ekki? Þú ert ekki komin einhverja fílu út í mig? Fílu og fílu. Það er mjög langt til að standa hérna og fá höfuðverk af öllum þessum heilabrotum í þér. Svo arka ég heim og brýt heilan og kemur ekki dúr á auga alla nóttina. Mér verður illt þegar ég hugsa. Það stafar bara af óvanalasm. Heilinn er nefnilega vöðvi skilurðu og ef hann er ekki í þjálfun, þá fær maður harsperrur. Harsperrur? Og ég þjálfa víst þennan vöðvinn svo ég fæ næstum því heila flækja af öllu saman. Þú ert þá kannski offþjálfun þar. Já, hlæðu bara. Þess get ég ekki skilið hvers vegna þú með þennan þjálfaða vöðvaðinn annar eins prófessor skulir halda áfram við þetta skítverk. Vegna þess að það er ekki starf að vera götusópari, heldur köllun. Allt er nú látið heitið, hvað? Ætlum við að sakja að gera sér grein fyrir hlutunum. Tökum til dæmis. Hvað skiptir mestu máli hér í lífinu? Skildi það ekki bara vera að láta sér líða vel og vera ánægður? Að maður sé heill til líkama og sálar með öðrum orðum. Það er undirstaða hamingjunar. Og hvernig öðlast maður slíka hamingju? Ja, skildi ekki vera ráðlegast að gefa bara skít í allt og alla? Þú ert bara ekki eins vitlaus og þú lítur út fyrir að vera. Til að verða hamingjusamur verður maður að hefja sig upp úr grámyglu hversdagsleikans. Gleyma metorgirinn sinni, bæla niður tilfinningar sínar og ástríður. Já, það er nú hægara sagt en gert. Það er til ein leið. Hefurðu nokkuð tímann heyrt minnst á jóga? Jóga? Já, en það er nú svo beist að þá finnst mér súrmjólk betri. Nei, þú ert eins vitlaus og þú lítur út fyrir að vera. Jóga er þjálfun, andleg iðkun asniðinn. Andleg og líkamleg iðkun sem leyfir þeim sem að iðkar hana að hefja sig upp úr sinni eigin persónu. Það er að segja að öðlast sæluna og hamingjuna. Gott og vel, og hvað kemur þetta jóga því við að sópa göturnar? Einmitt. Eiginlega er þetta sami hluturinn. Geturðu til dæmis sagt mér hvað er mest því til fyrirstöðu að öðlast hamingjuna? Monningarnir auðvitað. Þú bryddar upp á djúpum sannindum. Fyrirstaðan er einmitt monningarnir eins og þú segir. En það er ekki spurningin um að eiga þá eða ekki. Nei. Aðal fyrirstaðan er fólgin í því að maður lætur þá skipta sig of miklu. Þegar manneskjunni hefur tekist að verða óháð tilveru peningana, þá fyrst getur hún lagt af stað upp á hæðir hamingjunar til hinnar sönnu tilveru. Já, og svo þegar maður er alveg að krepera sulti, þá har mann að líða svo vel. Og þegar maður svo hrekkur upp af hungri, þá verður allt í ennþá fínna lagi hjá manni. Já, þetta er skarplega athugað hjá þér.
Það er ekki hinn líkamlegi dauði sem ber að keppa að, heldur sinnar eigin persónu. Og hvaða starf annað en götusóparans ætti að vera betur til þess fallið að fá okkur til að afklæða skel hégómans og naktir en sælir öðlast hamingjuna í tæru lofti hins platónska hugmyndaheims. Nú verður mér aftur illt í hausnum. Af hverju naktir? Naktir hið ytra, innvortis klæddir, í hulinn hjúp sálarinnar. Í hulinn hjúp sálarinnar? Já, það er gafgifur þessu orðalagi. Ég þarf að leggja þetta á minnið. Og hvað táknar það svo? Jú, til dæmis. Finnst þér þú verið einhver? Já, við hefur á tilfinningunni að þú sért mikilsverður, ómissandi sem persóna. Það er bull er þetta. Ég er götusópari. Hvað ætti ég svo sem að vera annað? Þú sagði þetta. Hver spyrir með götusópara? Þú ert enginn. Þú ert ekkert. Blátt áfram 1-0. En það sem er ekkert. Tómið er forsenda alls þess sem er. Það er að segja hins absolúta, algilda. Og hinn absolúta er Guð. Þá ert þú með öðrum orðum Guð. Ég! Einmitt! Þetta segir nú bara af því að þið eru lítilinn. Eins og þeir úti það verið Það er bara alls ekki ég sem segi það. Öll trúarbröðin segir þetta sama. Búddatrú, kaþólsku, gyðingur... Þú ert bara að grínast. Ég veit ekki hvað hefur byrjað að þvæla það að ég væri ætti að vera hann þarna uppi. Ég veit það að þetta er bara hreint og klárt fylliríkskjaftæði. Þvert á móti. Vegna þess að í botnlausri fáfræðinni þá hefur þú öðlast einhvers konar persónulegt jafnvægi. Einhverja óljósa innri vitund þess að þú sért ekki til sem einstaklingur eða persóna, heldur aðeins sem einhvers konar vera, svona einhver blóm eða steinn. Þú lifir, en þú getur alveg verið dauður. Ekkert getur rauninni breytt þér. Hefur hausinn á mér. Æ, það er ekkert við hefur útskýra. Þú ert lukkunar pamfíll sem ekkert skilur. Ég vildi ég væri eins og þú, en því miður getur það nú víst aldrei orðið. Nei, lærdómurinn bregður fyrir því fæti. Einmitt. Lærdómurinn, þekkingin sem við drögnumst með eins og fótar haft. En þú gætir aftur á móti. Þig væri hægt að dubba upp í hvaða skrúða sem væri. Kóngs, fífls, hermanns, meira að segja prests, nakinn eða jafnvel í kjólfötum. Alltaf yrðir þú samt það sem þú ert, götusópari. Og ekki einu sinni götusópari, af því að þú ert ekkert. Og þar af leiðandi allt. Nei, já, heyrðu býttu, já, heyrðu. Já, og af því að Guð er allt, þá er ég Guð. Það var ég. Loksins virðist það runnið fyrir ljós. Já, þetta var nú bara ekkert svo erfitt. Heyrðu. Já. Páfinn veit hann að ég... Páfinn? Já. Ég skotast! Já, nú skal hurnaði hælum afsakið, þið getur kannski orðið mér innan handa. Það væri nú annað hvort, fröken. Hvað getur við gert fyrir þér? Þeir húkkuðu mig þegar ég var að gera þetta eitt kúna. Hverjir húkkuðu? Löggan, merki kettuði alla sem standa á gómaðan í guðspænum, gerir eitthvað hjálp. Við felum hann í öskutunni, þar fer velum hann. Vættingur í allri skítarhúinni. Svona snotur lítil táta. Ó, ég þakka guðlanvana. En hérna gagnar nú víst lítið fallegt smetti þessir aðar sjá bara ekki hvað maður hefur við sig. Það er bara að hremma mann og senda manns út á kaldan klakkan. Seinast var það fínt herra sem bjargaði mér með því að segja að ég væri unnustans. Ef við segðum fyrir unnustu okkar, þeir myndu bara skella upp úr. Götusópari getur ekki elskað. Nei, unnustu tveggja, það er ósiðlegt. Já, það hugsaði ég nú bara djúpt í. Þetta getur verið annar í einu. Ég fyrst að ég sem stakk upp á ég að byrja. Svona, rólegu nú. Og taktu við honum þessum. Og svo er ég ekki götusópari lengur. Maðkurinn verður að hyrði, sprengir af sér fútuna og hefur sig upp í loftið. Komdu þokkar dís, nú er það ég sem er verndarinn. Takk, elskan. Ég er alveg svo reglulegur kavaleri, ég veit ekki hvernig á borguðu fyrir því. Það er ekki á að gera því, við komumst einhverju samkomulagi. Það verður ekki svo langsótt. Aðal atriðið er að við komumst heilu og höldnu í himnaríki. En nú sjást þér ekki lengur. Þeir hafa kannski falið sig. Hvað sem því líður, það er óskynsamlegt að lóna hér.
komið, árás er besta vörnin, þrýstuðraðum mín dýra, ástin verndar okkur. Þannig að dokiði agnar ragnáðunni gerir hvort út af því annað með þessum þrýstingum. Hvað á ég að gera við tunnuna? Í næstu get ég arka hérna með 2 tunnur í eftirdregi og ef það kemur nú eftirlitskallinn. Það er alveg sett, hvað á að gera við Það er tunnuna? nefnilega það, hvað á að gera við tunnuna. Ég geti náttúrulega falið mína tunnu hérna á bak við vegginn, svo færi ég með þína tunnu upp í afgrústuna í Vía Alfonsa og sagði eftirlitsmannum að þú er orðið lasin og farið heim í háttinn. Ég segi ekkert hjá hverjum. Þú ert guð. Það varstu búinn að segja! Þarftu ekki að vera básun út allt. Þetta getur verið viðkvæmt mál, svona farið nú að koma ykkur á stað. Ég verð að koma að þakka yður líka. Það er sem þeim kraftaverk að vingja að kynast þér. Sko þarna heyrðu við bara, ef þú heldur áfram að hrópa þetta út borg og bí, þá endur hann að því ég fæ engan frið fyrir lömuðum og fattuðum. Vil ég láta mig gera þessi kraftaverk? Ekki amalegt að kosningarnar voru þó afstæðanar. Ég hefði sjálfsagt verið kosin í safnaðarnefndina. Önnur í viðbót. Hvað ætlast þú fyrir þessi? Halló, fröken. Farið ekki þangað. Það eru svona merkikertið þarna sem búra mann inni jafnskjótt og þið sjá framan í mann. Og því skildu þið búra mig inni? Afsætti þér í kannski unnustað? Unnustað? Já, ég menn einhvern sem hefur starf svona sem verndari. Þessi merkikertið þarna nefnilega maður hefur ekki eitt slíkan sem heldur í höndina á manni, þá fær maður svona ókeypis gistingu. Í fyrsta lagi ætla ég að benda á að ég er ekki undir lögaldri. Og þess vegna hafa þeir enga ástæðu til að búra mig inni. Og það snertir verndara, það hef ég þegar einn og hann nægir fyrir mig. Og ef ég væri svo vitlaus að fara að velja mér nýjan, þá myndi ég að tæpast velja götusópara. Heyrðu, ég hef þó ekki... Ég hef þó ekki hvað, þetta segi ég núna já. Ha, en ef ég rétti þér litla pitta, hvað gerði þið þá? Ég þekki ykkur flysjónskarmar. Þetta mannrækni mitt sagði líka, ég hef þó ekki. Og hvað endaði það? Melludólgur var hann og melludólgur er hann. Melludólgur? Melludólgur, já. Eða verndari, það þýðir það sama. En það verður þér að segja ykkur meira með mér. Og þegar ég var ung og útréttað nætur, ég er ekki svo fráleit eins og sést. Undir kirkjunni afgreiðslu ég hafði, en elskaði samt vin minn mest og best. Að þegar hann bæði þrýsti mig og kyssti, og þar að auki fötin af mér sleit. Það var svo gott, ég hélt ég yrði ekki eldri. Í einu var ég skjálfandi og heit. Hann mig reif í bólið, þá hríðskall ég, en samt var ég svo heit. Og svo eitt kvöldi þegar kíkti ég í blaðið, sá kóna nokkur var settur inn.
því hann hafði gæran okkur gasbrað. Og gæinn, það var einmitt vinur minn. Það var svo gott að lifa með þeim manni. Þó margsinnis hann lumbraði á mér. Það var svo gott ég grenjaði af sælu. Hann gaf mér á hann svo ég hlýddi sér. En þegar hann mig þrýsti, ég þiðnaði sem bjöllin fyrir sól. Og öðru hverju kom hann heim með silkisokka. Þeir svartrósóttu fóru best á mér. En ábat hann af öllum mínum þokka. Hann af mér tók og fór að skemmta sér. En loks ég skildi að fífli hann mig hafði. Og hér ég síðan reika föl og ein. Það var svo gott að lifa með þeim manni. Þá mölvaði hann í mér sér hvert bein. Ég elska bara Þorginn. Hver hefur stolið tunnunni minni? Hlusta stærlega, það má ekki skilja neitt eftir þetta. Hérna hún Guðfríður. Guðfríður, ég var nærri búinn að fá í buxurnar. Hér tekur maður annar manna tunnu í sína vörslu og meðan koma þeir og stela manns eigin. Ef ég næði það sem hefur fæst að það stela. Hvað á þetta þýða mannskratti? Gæti það bara driti niður þessu sorpiðar? Hann verðast þess að hella skít yfir hausinn á manni. Afsæti? Jú, afsæki hvað? Þykist vera fyndin? Ég skal segja þér, hefur það gaman að svona fór að merkja mjög spilltan smekk. Þér eru varla með öllum mjalla. Jæja, er það núna ég sem ekki með öllum mjalla? Bravo, móð ekki mig bara, haldi bara áfram. Hverju damlir ekki í mig líka? Verður þér á góðu? En ég varður við þér að ráðast á nakinn mann. Nakinni, það væri fróðlegt að sjá. Hvað, væri þau saman þú heldur á mottunni? Nei, nú gengur þetta á langt. Ég skil að eru vanur að grafa hér í rusli og skít svo þið kippið þér ekki upp við þó einhver sé nakinn í návistíðar. En sem betur fer á ég til meiri blygðuna tilfinning. Jæja, setji þá lokið á og hætti þessu þrasi. Annars tekur tunnuna með yður í og hvolfut út í næsta skurð eða díki. Svona þér ekki æsur þetta upp. Takk þetta rólega. Og nei, ljúfurinn, það eru þér sem ég að taka þetta rólega. Þetta gískast nú. Annars kalla ég á lögguna. Þá skulle ég sjá hvað ég fái. Ó nei, góði vinur, ég biður svo mikilvæg afsökunar. Á hnjánum ef ég bara kæmi þið við. Eins og þið sjáið þá hef ég lent í mestu ólukku. Og ef þeir kölluðu á lögregluna þá var það saman reka út í sjálfsmorðið. Æ, góði vinur. Hugsið þó að mesta kosti aumingja konuna mína. Jæja, ég skal þá ekkert vera að kalla neitt. Ekki að því að ég sé forvitinn hvernig hafið þið lent ofan í þessari tunnu og það berstrípaðri ofan af þar. Það var af því ég var nakinn sem ég skreittist ofan í hana. Annars hefði hún reynt að komast hjá því. Og þér hefur nú varla farið að afklæðast bara til að gá hvernig við erum og svo hann í öskutunnu. Nei, þvert á móti. Það verið hreinum að eðlugum tilgangi sem ég afklæddist. Ástin, ástríðan. En einmitt er vest gengdi, á stund uppfyllingarinnar, skautan upp kollinum, eiginmaðurinn, stundvíslega, eins og persóna í skopleik. Eins og í gamlum gleðileik. Og til að fara nú ekki öllu, eftir því sem alltaf gerist í skopleikunum, þá hefði ég átt að fela mig undir hinnu klassíska rúmi, eða inn í hinnum enn klassískari skápi. Þá tók ég bara hattinn, beit á jaxlinn og skreittist út á svalirnar, bara rétt svona eins og ég var á mig kominn þá stundina. Með ekki svo mikið sem pjöpp utan af sér og hattinn á höstum. Það er nú ekki að því ég hafi mikið vit á leiklist eða svoleiðis,
En mér finnst hún verið því ennþá fyndnar að hafa elskugan berrasaðan út á svölum heldur en í rúminu hjá sér. Já, ég var nú satt að segja að komast á þá skoðun líka. Því með sem tíminn leið, þegar ég satt í keng þarna í dúfnahúsinu hérna á móti, skjálfanda kulda og gagn drepa, af því að það var að falla svo mikið á. Stórkostlegur lokaþáttur. Afsækja ég hlæ. Já, það er eðlilegt. Ég vildi bara óska að ég gæti tekið undir. En satt að segja, langar mann mest til annars en að hlæja, þegar maður kúrir í kút og í ruslatunnu, svo hausinn eitt stendur upp úr og alls nakinn að auki. Já, nakinn, já, hvernig var það nú aftur hjá honum? Það var eitthvað svo göfugt orðarlagið á því. Já, nú man ég, það er nefnilega það, sko. Maður þarf nefnilega að vera nakinn, en sko þó klæddur. Það er að segja, sko, nakinn hið ytra en klæddur hið innra. Og þess að þér eru nú ofan í tunnunni, þá eru þér eiginlega klæddur þó að þér séu nakinn. Ég skil ekki almennilega. Nei, ég skil nú ekki almennilega heldur. En þetta er nú svo kallið heimspeki, sko. Það verður nú ekki útskýrt svona með einu pennastriki. En hvað sem því líður þá verð ég að biðja þér að koma þér upp úr tunnunum minni núna því að nú þarf ég að halda áfram með hringferðina mínu, annars hef ég engan stað til að setja draslið í. Ó nei, leyfi mér að vera. Það þér alltaf að bera mig út, svona eins og ég er alveg kominn. Það eru þér alveg hjartalaus. Hvað kemur þetta hjartanu við? Það er skítur sem mér að ræða. Og ef ég leyfði nú að vera áfram ofan í tunnunni, hvaða gagn væri innlega í því? Ég grátbið. Það hjálpið mér ekki. Hjálpa og hjálpa? Og ef ég leyfði þér að vera áfram ofan í tunnunni, hvaða gagn væri í því? Þér vildu nú ekki vera svo elskulegur að aka mér heim. Heim? Hvað haldið þér að þetta sé leigubíl? Nefnum með þetta sko engin bílaleiga. Þetta er sorgprinsunin. Það er alls ekki svo langt. Og sjáu þetta, bara til að sýna þakklæti mitt. Þér fóðu gullúr. Þetta er mjög fínt úr, 18 karat. Hvað segir 18 karat? Já, því miður þá get ég ekki á annan hátt. Já, ég skýt með það við láta það bíða á til næst hvar búið. Via Passione, inngöngu 6. Via Passione? Heyrið, það er ég að fara allt í gegnum bæinn þveran og endilanga með þetta ökutól og yfir í. Nei, ekki aldeilis, þetta er heldur ekki mitt hverfi. Hérna taki ég bara þetta úrriðar 18 karat og allt hvað eina. Og ef það kemur nú til að mynda lögga, þá veit maður hver fengi fyrir ferðina. Hvað lögga og lögga? Já. Hvað getur ekki hugsað neitt annað en löggur? Þvílíkur frægilega hugsunarmáti. Það er þá sagt sem sagt er að göttusópari verði göttusópari og ekki annað. Þetta er dauðinn sækir hann. Og hver er að segja að dauðinn sæki göttusóparan? Það er ég sem er að segja það. Fólk eins og þér kemur mig til að skammast mín fyrir að vera manneskja. Allt geti látið vera. Hugleysi, smámunasemi, fáfræði. Allt nema þetta eitt að vera ekki neitt. Tómið. Núll. Já, tómið, já. Einmitt það, já, það getur þér ekki sagt við nei. En ef þér ekki skilji svo mikið sem það að tómið er allt og allt er Guð og ef mann ekki viðurkenna tómið þá trúa þér heldur ekki á Guð og það bara þoli ég ekki. Menn geta skopast að hverju sem vilja fyrir mér að ríkisstjórnuna, prestunum og löggunni en ekki að heilugum verðmætum því þá er ég bara æfur og lenn frá mér. Þagna ég, vara ég mig, já, þetta vogar þú þér að segja við mig. Það er þú sem átt að þagna viðbjóðsvarðurinn þinn. Þetta er þakka piltur. Pilturinn hann gamla sig með annarra manna konum, svo lætur hann koma að sér þar afstendur sem hæst, þá bara leggur hann skottið á milli fótanna og hleypur í burtu. Og svo kemur hann hérna og reynir ný brögð. En ég skal kenna þér sketta þín. Og þakkaðu bara Guði fyrir að þú ert berrasöður góður minn. Annars skildur þau fá svoleiðis fyrir ferðina. Viðbjóðsvarðurinn! Já, hlæðu bara, sá þær best en síðast þær, þegar ég steypur og þið sýkir eins og hverjar eru rislahrúi, það verður gaman að sjá þig, plom, 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 að svo aslar í sölnum eins og kappaður hjal, pjal, plom, 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 plom. Kappaður eins og hversi, plom, 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 þá finnst hann ekki framar sér, plom, plom, plom. Og þegar hann birtist á ný, plom, plom,
þá heyri svona í Hvað er það, Hafast? Ég bara stend hérna og er að tala pínlítið svona til að fá tímann til að líða. Varstu að sparka í auminga tunnuna? Hvað hefur hún gert þér? Hvað hún hefur gert mér? Hún fer í taugarnar á mér. Fer svoleiðis oft í taugarnar á mér að þess að ég hef gert því minnst á hlut hennar. Stundum þverskallast hún alveg eins og asni. Þetta er bara óþverraskap, hún er bara að stríða mér. En ég skal sýna þér hvað prófa þetta. Nú er hún hrædd, sko. Bara því að þér eru hérna. Öskutunnur alveg eins og krakkar. Ef maður ekki les þeim leksjurnar annars slagið, þá endur það með því að vaða bara yfir hausinn á manni. En ég skal segja þér það, góða mín, að ef þú verður ekki þæg og góð, þá kalla ég á afsækja á lögregluna. Lögregluna, hérna skammi þér svolítið fyrir mig líka. Já, ef hún sér ekki að sér, þá... Já, svolítið meira. Já, ég má megin ekki vera að þessu núna, sko. Ég þarf ekki að skyldustörfunum. Já, þú verður að sjá þetta og láta vita. Ég skal láta vita, Nú hitnaði í því, maður. Er hann farinn? Já, nú fékk ég aldeilis steypubæði þér vegna. Ég var alveg gagndrepa svita. Eða þá ég. Fannstu sér næði ekki andanum. Ef hann hefði verið ekki stundinni lengur, þá hefði ég byrjinn í skeispakvólunni. En svo vel væri nú. Ó nei, þetta megið ekki segja. Ég veit nú hvað góður og göfugur maður þeir eruð. Reynið ekki að sýnast vera harður og kaldranalegur. Þér getið hvort þið ekki dulið eða rétta hjartalag. Og ég þakka þér enn einu sinni fyrir að bjarga mér. Og ég skal launa þér konunglega. Jafn skjótt og þér hafi flutt mig heim. Heim? Kemur þið með það einu sinni enn? Nei, reynið ekki að halda áfram að spyrna á móti. Þér eru líka manneskja, hlý og góðgjörn undir yfirborðinu. Ég veit að þér myndu aldrei geta neita mér þessa lítilfjölugu bón. Og eins og ég sagði þá er peningagjöf á launum. Peningagjöf? Viðbót 18 karatúrur? Já, út í hönd. Hvað hafði ég mikið á mánuði? Við skulum sjá, ég er nú hérna með launaumslagið mitt í vasana. Ég var að fá það í dag. 22.500. Gott, við hækkum það um helming. Hvað ætli þér að gefa mér 45.000 lírur? Hvenær? Jafn skjótt og verður komin í Via Passione 6. Ég býði bara fyrir utan, en ég skýstu. Ó nei! Það var satt, það er ekki hægt. Ekki hægt, nei. Heyrðu góður, það er ekki til neins að vera að reyna að prútta við mig, sko. Sagt er sagt. Annarkvort þessar 45.000 lírur ef við látum þetta vera eiga sig. Nei, þér misskilji mig alveg. Já, bara við að ég get ekki komið heim til mín. Svona, eins og ég er á hún komin. Hvað akkur ekki? Hver heldur þér að komið auga á þér á þessum tíma sólarhrings? Konan mín, hún býður sjálfsagt. Og af því ég er lítilslaus, þá er hún að koma til dyra og opna fyrir mér. Þér getur rétt ímyndað yfir hvað myndi láta út úr sér. Og hvernig á ég að útskýra útgangin á mér? Þér getur bara sagt að þér hafi verið rændur. Og þjófarnir afklætt mig. Vopnarán? Aldrei konan mín taki svona historíu góð og gilda. Og hvað átti þjófurinn að gera í kjólföt? Kjólföt? Já, ég var í kjólfötum þegar ég fór að heiman. Ég lét kona mín að halda að ég væri að fara í sendiráðið. Í kjólfötum? Já, í móttökum. Já, skildaðir í kjólfötum. Hvers konar móttökum? Að víja nýja kínverska sendiráðið. Og í staðinn fyrir að fara og víja pling-plong kínamann, þá farið þér bara og víji þessar kvensnift. Hér er nú meiri vísbiskupinn. Já, sætlega sá sem getur gert að gamni sínu. En ég hef lent heldur betur í því. Hvað í ósköpunum er hægt að hafa upp á kjólfötum á þessum tíma sólarhringsins? Já, er það bara það sem upp á vantar? Ég þekki einn af strákunum sem vinna hjá í Gleði og Sorg. Þeir opna svona upp úr 8. Afbragð. Svo þegar ég kem heim klukkan 9 morgni og búinn að leggja mig inn í kjólföt. Og hvernig á ég útskýra það fyrir konunni? Konur og konur? Hvers það sér þetta maður? Hugsið þeir bara ekki neitt annað en konur? Hvílíkur þræla hugsunarmáti? Heyrið, kjólföt, er það ekki þetta með 2 skottum? Jú, og hvað með það? Já, einmitt þetta leiti þá kjóla náungi hérna framhjá í svona útbúningi.
Hvað hjólar hann í kjólfötum? Já, með einhver lifandi spýsna blómvöndu fyrir fram að sjó hjólinu. Hann hjóla víst á milli næturklubbana og selur þau þar svo að syndin blómgist. Óhugsandi. Ekki kjólfötum. Hann lítur að vera smóking og hann er lafalaus. Nei, það lafir allt niður. Langt niður með. Og þetta kemur hann skvarandi. Stórfurðulegt. Þetta er þetta kjólföt. Þetta ég þekki ekki kjólföt eins og hver annars og ofan í mér ég skal sjá maður viðskiptin. Halló, kjólfatamaður, stansið andartak. Varst að tala við mig? Já, ég þarf að versla svolítið við þig. Þú átt þó ekki við að meira segja götusópara sínum að kaupa blóm. Góðu, veit ekki reyna að vera fyndin. Ég vil kaupa þér kjólfötin þín. Hvað viltu fá fyrir þau? Kjólfötin mín? Nei, heyrðu góði. Vill láta vera að narrast að mér? Ég ekkert að narrast að þér. Ég þarf á þessum kjólfötum að halda. Hvað viltu fá fyrir þau? Það má aðtöða það. Áttu fyrir greiðslunni. Ég nefndi upp aðeina bara núna á stundina. Þannig getur við látið þetta eiga sig. Já, þetta er gerðverðni, hálfur. Svona burtu frumlunnar. Þú nýkomin úr hreinsun. Það er ekki vett á að setja þig þangað. Já, þetta er kurtið sem viðskiptavinna, já. Heldur þú séu gull eða hvað? Ég var bara að gera þig tilboð og ef þú tekur í svona, þá bara eigðu bara þín kjólföt. Þar þau ekki hafa kjólföt alltaf ekki viðbjóði. Já, þú hafa ekki viðbjóðu, það fór tóns hægast þetta inn. Ég er bara svolítið hinsegin að þú fattar það. Já. Ég er bara undan því sem vekur viðbjóð minn. Já, eins og sopa göturnar. Já, það hittur naglan á höfuð, sko, eins og að sopa göturnar. Nú er ég bara búinn að gera það svo lengi að það hefur engin áhrif á mig lengur og þess vegna datt mér í hug að prófa kjólföt. Já, hvernig hefum við að hafa þetta? Þetta er eitthvað skrítinn. Það nota því einhverju glæpaskyni. Svona út með flókið, hvað er að gera við kjólfötin? Ég vil fá að vita sannleikann. Sannleikann, já, þú vilt fá að vita sannleikann, já. Og hvað er þá sannleikur? Er það satt sem er satt eða er það satt sem er falskt eða ósatt? Ef að það sem er falskt eða ósatt er satt, en það sem er satt er falskt eða ósatt, hvaða gagnar þá að því að vita hvað er satt og hvað er satt og hvað er satt og hvað er satt? Já, fylgistu með hann? Nei, þetta fattar þú ekki náttúrlega. Þetta er nú svokallið heimspeki, sko, já, og já. Jæja, nú göngum við frá þessu máli. Þú færð þetta úr, 18 karata gull úr hérna. Má ég kíkja á það? Nú, ég verða gata verið. Hvað hefur nú sagt í þetta? Ég fann það í sáppinu. Sko, þú lætur mig hafa kjólfötun og fyrir þessa 50.000 lírur sem hann fær fyrir úrið, þá kaupir þið flottan smóking. En það er einmitt þess konar klæðnaði sem maður á að vera í þegar maður selur blóm. Ef ég reynir nú að selja það fyrir 50.000, það ekki fengi ekki bara spark í endan. Ef þú reyndir að selja kjólfötun fyrir 50.000, þú ætti bara að sjá hvað þú fengir þá. Ertu með öllu viti? Nei, ég vil ekki láta sjá hvað er ómerkilegt efni í kjólnum. Ef varan er það, þá skil lyktin úr það. Já, ég er kaupin þá klár. Ekki aldeilis. Ekki þið farið Betty bara heim til mín. Nei, hvernig ættir að útskýra það fyrir konunni? Konunni? Hvaða konu? Þetta sé aðeins kafna sem kæði svo það að við setjum skúrt ekki? Nei, hugsaðu þér bara. Nækinn blóm og saman hjóli. Það slæði nú bara út þennan berasásvalafum. Svöðurlónum? Hvað var hann að gera það? Það var bara gammalt gleðileikur sem mér dætt í hug. Jæja, nú gerum við út þetta. Þú drífur þau úr harfunum og svo sestu bara ofan í tunnuna. Öskutunnuna? Já, ég skal segja að þær eru orðnar svo miklu flottari núna upp á síðkasti. Sopprinsunin framleiðir það sjálf. Þú bara sest ofan í og letur fara velinni og ég ekkur heim, ókeypis heimkeyrslu og allt inni það. Þetta er eitthvað bilaður eða hvað? Ég get alveg þú upp með túttu og þú setja hvíta kusu og svo leikur það að þú setja barnapía og það keila kakkaanganum hér í garðinum. Það er það ekki smart það? Látt ekki svona. Já, sér í þið. Ef ég á að segja þér alveg eins og þá er ég með einn nafnum í tunnunni. Já, ég er búinn að vera með hann lengi. Hann hefur farið fram á að fá að búa þarna. Er eitthvað niður í tunnunni? Hvað hélst ég væri með í tunnunni? Er hann lifandi? Heldur ég sé grafari? Það var bara plata og ekki kætt. Stans! Þetta er ekki heima hjá þig núna, góði. Það er best að berja dýrin hjá. Já, farðu svolítið frá. Já, svolítið frá. Já, hann er dálítið svona út af fyrir sig og ekkert allra. Herra sendi herra, afsækja ég ónáða það er spurt eftir yfir. Hann er úr sendiráðinu, skilur við. Má ég leyfa mér að kynna? Ó, er það þér? Hvað er það að hugsa?
að kynna mig svona fyrir bláókunnugum manni og ég ekki eins og ég klæddur svo vel sæmi sér að. Ættir að láta mig verða mig til skammar. Hann í kjólfötum að við getum ekki rettað þessu svona, þá komumst við aldrei heim. Jæja, ég vil líklega kyngja þessari auðmýkingu. Gleði mér að kynnast yður. Mjög ánægjulegt. Já, ég skil þetta ekki almennilega. Hvað hefur gerst? Gerst og gerst, það er löng saga að segja frá því. En nú sjáum við kannski af hverju ég þarf á kjólfötunum að halda. Þetta honum, já. En því miður þá er ég að afþakka þetta gylliboð. En það var það eftirmaður sem gerðast í tunnunni. Það er til annar möguleiki. Ég fæ yðarföt, en þér farið í föt göldusófarans. Og ég verð ber. Nú þér getið skriðið niður í tunnuna. Þetta hvort er yðartunna? Nei, nú verður það betra og betra. Þið farið báðir heim að Lúlla og ég á svo að húka hérna í tunnunni þangað til einhver lögga kemur og miskunnar sig yfir mig og stingur mig inn. Æ, verið ekki svona svartsýn. Það getur vel hugsast að álpist hingað einhver vingjarnleg sál sem gerir það saman fyrir yður og þér gerðu fyrir mig. Það er ekki bið á því að hann er fáviti sem getum höfðinu svona saman kvöldið. Ég þakka. Ekkert að þakka, en það mætti kannski leystur þetta á annan hátt. Og þú fær kjólfötin mín og ég verð svo göldsópari. Já, og hann verður bara áfram ber. Bravo, bravo. Jæja, bara við fáum kjólfötin. Hvað búið þér langt hérðan? Já, ekki vantar það í hinum enda bæjarins. Eina ráðið er að við förum heim til yðar. Þér eigi vonandi önnur föt. Ég hef náttúrulega sunnudagafötur mín. Já, ég hef nú aldrei verið mjög gefinn fyrir langa göngutúra og þess uppástungum það að karlmenn akklæðist, já svona almennt, það finnst mér minna og minna spennandi. Þetta er eitthvað hinsegin asma finnst mér það. Hver hefur sagt að þér þurfa að koma með? Nú? Það er nóg að þér séu til í skiptin. Við sjáum aðgang. Allt í lagi aðgang með það, þá er þetta líka að kaupa mér blómin mín. Hvað hefum við að gera með þetta spínat? Jú, hvað á ég að gera með það? Ég er búinn að selja kjólfötin. Ekkert er gengið, maður nættur kaupa hann í götu, svo bara gerum við. Og hvað viltu fá fyrir þetta blómkálið? Látum okkur sjá hvað við fengið fyrir það. 5 x 5 eru 25 og 3 x 3 eru 9. Já, veit ekki. Nei, þetta var 7.000 lírur í allt. En ef ég kaupi það að samna amdi það hefur lægi, þá getur ég slegið af svona fyrir vináttursakir. Við skulum segja svona 5.000 lírur. En ekki lírur minna. Nei, annars lætur auðvitað sig. Já, Já, láta þá bara eiga sig. Já, ég hef hugsað mér Nei, bíðið. Við kaupum þau. Já. Ég borga seinna. Þér treysti mér þó vonandi. Það nú annarkvort að ég treysti yður, ég treysti öllum. Ég er fábjóni, þér sögðu það sjálfur áðan. 3, 4, 5. Verðið bless. Komdu þá með grömmiti. Gott. Hvaða númer notið af flippum? Ha? Hvað? Nei, heitist mér rétt. Á nú að fara að reyta með skiptuna líka. Já, svona engin undan bröðu að ég skal sjá til þess að þú verði sjálfur á sorpi. Þér ekki að hafa spurningum að vera nakin? Já, nakin og nakin. Nei, góði minn. Það er bara hægt á einn máta, eins og ég. Nakin eins og maður koma úr móðurkviði. Já, hefur þið heilt getið að einhver hafi verið í skiptu þegar hann fættist? Þetta úr fekkir í kjólfötin. Hvað ertu með úr? Það gæti hófs góði maður. Munið að þið reyga við settilmann. Já, settilmaður er alltaf settilmaður. Jafnvel þó þessi bara brókinni. Takka. Ég sé við skiljum hvern annan. Jæja, þá ættum við geta komist að samkomulagi. Já, svo er mínum öðrum fyrir að þakka. Já, verður róleg og ég borgaði með rentum. En reynda þarf við líka þessi við á og éta. Skó og sokka og þess að. Já, eitt par lagskól sem nýjir. Sem nýjir, já, hælarnirskakkir. Og silkisokkar með sokkaböndum fyrsta flokks. Fyrsta flokks, já, stoppaður á hælunum. Og svo er það afslabönd, amerísk. Ein hnepslands lítinn. Og svo er það mannsveitin hafa hérna á gulli. Og gulli, já, selsan gull. Gott. Hvað verður þetta mikið? Já, þetta verður 32.500. Fínt, það er fundið fér. Hvar erum við að taka það? Hvað er ég mikið eftir? 17.500 Þá það, finga með knapið. Værið þið saman hvor ég fengi að halda veskinu minn? Hvað er ekki með tómt veski? Við verðum að koma á vekkinu. Við drífa aftan að striptís áður en ég sé mig um hand. Hvað ertu alveg frá þér? Ætlar að fara að gera þetta hérna á miðri götu? Það geti einhver að fleið framhjá. 3 berrasæðir kallmenn í einu, er það nú ekki einum og mikið að því góða? Já, eins og vant þá hefur þú rétt að standa. Þú farið með á safinn og gera það. Eins og tala út mínu þetta. Já, en flýtið ykkur bara.
Sjá til við það svona. Skilur sorptunni eftir og stingur af með kuskan. Númer 35. Ég vissi það að bjálinn frá því áðan. Nú er að rífast að tunnur svona rétt einu skil. Það er aldrei að passa. Nú Gunnar, nú gerði ég þetta víst við það. Það þú, það beðið að hlífa mér með svona gríni. Ekki vant ég að hafa sér náungar sem á að sjá hann að gripa hérna, ha? Já, ég hef bara að passa hann. Rétt eins og ég leti mér næja götusópara. Nei, nema svona einu sinni í mánuði að svo útborgunardaginn. Verð ekki erfið þetta, Klara. Þú verð mig ekki til að trúa hverju sem er. Og hvað með það? Það er ekki til að skamma sín fyrir. Við í okkar starfsgrein höfum ekki ráð á henni með neina uppdráttarsýki. Þegar allir á botninn fólk, þá er þeir ekki nærri því eins saman saumaðir við sér aðrir. Löggu, tíkur til dæmis. Jæja, hérna rétt áðan veit ég til dæmis eitt. Með gamla góða bræðnum að lögreglan verður á hælunum að þér. Það var ég að hengja mig upp á. Blessaður vertu, það bregst aldrei. Jæja, ég veit því sem sagt eitt. Ef ég hef ekki vitað að var götusópar, þá hefði bara verið miður mín. Þú verður að heyra hvernig að leta dæluna ganga rétt eins og prófessor. Götusópara prófessor, ha? Það er hlægilegt, það veistu hvað það sagði? Nei. Hýttu, það var svo gasalega fyrir orðalag, ég var næst tilbúin að skella upp úr. Nú mann ég það. Já. Ég öfunda þig. Því þú hefur sem opinber syndari sokkið einu djúpt á mannlega vera götusótt. Svo djúpt að þú getur ekki einu sinni lengur haft neina nautnavi sem þú hefur fyrir stafni. Og þar sem syndin án nautnar verður að raun og þjáningu og refsingin er háleitar en bæring. Það endi ekki með að vera dýrlingur, ha? Látt ekki svona. Hvernig lækir þú vilt vel mér alvara? Því verður auðvitað ekki lokið að í kaffitímanum. Ég nefnum auðvitað að ég hingra smástund. Ég ætla bara að hringja og beða að ná í þessa tunnu. Svo getum við ræðst betur við á eftir, ha? Það gerir maður ekki fyrir þá sem reyna að halda ykkur lögum og reglum. Já. Flýtt er það. Ég flýg. Ef að skildu koma þessu náungi sem á þessa tunnu, þá byrja hann með hingra smástund. Já, svolítið vantalað við hann. Skal gert er að pólitík. Já, það naumast að tækir vel út, herra ílilígravari. Já, býttu bara þangað til þú sér framan í sjálfa þig, góði. Þú ekki bara hingra með þangað til þú kemur í kolað myrkur. Því annars getur bara fengið slag. Gott kvöld, ungfrú. Blíðskapar veður í kvöld, en í mollulegasta lagi. Það er alveg gasalega heitt. Það er alveg ómögulegt að sofa. Ég held bara ekki við lengur heima svo ég fékk mér smá göngutúr. Og ég heyrði að þér voru með spöksir við einhvert líni þar. Þér er nú meiri spéfuglinn það. Já, ég hef gaman að spauga sérstaklega. Heyrðu þér. Nú þegar ég sé yfir betur, mér finnst þess að ég hafi séð yfir áður. Nei, það hefur ekki verið ég. Það hefur verið tvíburabróðir minn. Ég er nefnilega sendiherra. Sendiherra? Minn, það hef ég aldrei hitt fyrr. Og svo bara hérna á götunni. Heyrðu, nú veit það ég sé yfir áður, það er í bíó eða sjónvarpinu. Náttúrulega hugsanlega, fröken, náttúrulega hugsanlega. Nú þegar þér eru sendiherra, þér eru þá greifi líka. Nei, við erum nú ekki greifi. Verður ekki að fara þetta undan í flæmingi, ég sá það strax að þið voru greifi. Það eru umgengnisvenjurnar og göngulegið og svo það eru bara kjólfötin, fröken, það er bara kjólfötin. Hvað haldið þér um mig? Ég hefði séð það strax. Jafnvel þó þér hefðu bara verið klæddir eins og, hvað ég var að segja, eins og götusópari. Nei, götusópari. Afsakið því miður, fröken, mikilvæg erindisskyldan kallar. Já, en leiðinlega. Já, við þessir í utanríkisþjónustunni, við verðum nú að gera fleiri en gott þykir. Það er alveg rétt, já, blómin, hvað á ég nú að gera við þau? Það verður lukkuleg sú kona sem á að fá þau. Það verður nú annað hvort. Afsakið, fröken, má ég kannski gefa yfir eina? Gjörðu þið svo vel, mínir ánægjar. Það geti verið kurteis. Ég verð bara feimin. Takk. Takk. Svo, herra Greifi. Herra Greifi. Adjó! Sá var nú frumlegur, en hann var nú verulega geðbændur. Hvað, af hverju þú að hlæja? Hvílíkur maður. Hvað er tunnan?
Er hann búinn að koma og stækja hann og ég sem baði að halda í hann? Hvern? Hún götusópar hann. Þið eru ekki verið götusópari, bara greifi. Já, sem nallaði burt með sortunna. Já. Greifi með sortunnu? Og þú sagðir ekkert? Jú, ég sagði hann hefði verið verulega geðfelldur. Hann gaf mér eina rós og svo kyssti hann á hendi mér. Hvílíkur riddari. Það er annað en þú og þínir líka. Hann kyssti á höndina á þér og nallaði sig á stað með sortunna. Og hvað ætlaðist hann fyrir með hana, má ég spyrja? Og honum hefur bara þótt þetta fyndið, svona eins og fínu fólki finnst það. Já, að gera skella sér. Ég skal muna að þér uppskapning er ekki til þess ætlast að fólk skemmti sér með eigur og opinbera. Fór hún í þess átt? Já. Heyrðu, býttu. Þú ert ekki bara að skjóta upp og ég bara við greif út af einn ámerkinu af höskutunum býttu. Hvað eru þið nú að hrópa og skrækja? Þakin blómum alveg upp í hálsakott eins og poppaði í baðinu og svo haldið þið áfram að hrópa hraðar, hraðar. Ekki getið tekið upp á því að valhoppa í þessu stási. Hvað þurftu líka að vera að leika þennan Don Juan í heila eilífð við þessa götudrós þarna? Ég var hundleiður á því að kúldrast hér eins og sardína í dós. Já, og ég á því að vera vakthjálpur fyrir yður. Bíðið þið bara þangað til að koma að næsta skurðið þetta í. Háðu þetta þig! Hvað er þetta? Upp í einkennisbyrgi. Þúsundir rauðar rósir rangja mín. Gott kvöld. Hér heldur þinn ekki flýtiður. Afsaki, ég skuli stansiður. En hvert ætlir að fara með sorptunnuna? Sorptunnuna? Ég hafði nú bara alls ekki tekið eftir því. Sjáuði til ég keypti þarna fáeinar rósir og eftir ég vissi ekki hvað ég átti að gera við þær þá stakk ég þeim þarna ofan. Ég hafði ekki hugmynd að þetta væri sorptunna. Ég hélt þetta væri vasi. Vasi? Á hjólum, ha? Þér virðist hafa gaman af því að gera gamniðar, ha? Já, hafið þér það ekki líka? Bíðum við, mér finnst ég hafa séð yfir áður, kallinn. Hvað er ég búin að hlaupa? Ó, gott kvöld, greifi. Gott kvöld, ungur, gleðu mig. Ég veist sem ég séð þennan náunga undir öðrum kringum. Já, í bíóða sjónvarpinu það hef ég gert. Ég sagði þér að hann var í greifi. Og svo er hann sendiherra líka. Já, við skulum ekkert vera að minnast neitt á það núna. Sendiherra? Já, þú hefðir átt að hlusta á mig. Þú hafði bara eins ég veit ekki hvað. Þér verðið afsakan, herra greifi. Þetta bara að sjá hvað hann verður miður. Já, það allt í lagi. Ég nú búinn að fyrirgefa honum. Við þessari utanríkisþjónustunni við megum nú ekki vera svo mjög óumburðarlyndir. Nei, þeir eru svo eðalyndur. Þakkaðu greifanum fyrir þig. Ég þakka. Já, það er ekki vegna þess að ég vil gera neitt uppsteyt. Mín vegna mættu leggja undir þér eins margar önskutur nú við þið sýnist. En þetta er eign hins opinbera og án sérstaks leyfis því miður. Ég skil það vel að þér eru bara að gera skyldið það. Þér mig heldur ekki halda að ég hef ætlað að stela tunnunni. Ég ætlaði bara að fá hann að láni svona svolítið Já, einmitt það, bara láni. Nú hvernig átt hann annars að komast heim með blómin? Ekki getur greifi farið að róast með því í fanginu, bara eins og torgsöluketling. Hann getur stungið þessum blómin sinni niður hvað sem hann vill fyrir mér. Ég fylgi bara reglugerðum og án leyfis frá sorpprinsunni má ég ekki láta af hendi til láns eða leigu. Nú, svo verður hugsa með henni skötusóparan. Ef við draugum okkur þessa tunnu hans, verður hann rekinn. Já, þess vegna ætla ég ekkert að láta hann af hendi. Svo þér ég við að þér sem eru greifi sé að hugsa að skemmtu við átt á götusópara greimis atvinna. Svo ennþá til fólk sem kýst til Já, látið þið stjórnmálin eiga sig góði, annars geti ég sagt þið sitt af hverju. Hér er sko ekki neitt sendiherra og ekki heldur neitt greifi. Ef þið langar til að vita það, þá er ég götusópari. Aha, og ég er hvítur fín, ha? Með byssu, þú plataði minn og ekki. Plata þar með eitthvað annað. Ég segi að satt ég sá það strax að þér voru götusópari. Jæja þá. Hvað segirðu? Götusópari í kálfötum. Þetta er nýja einkennisklæðinverðin, það ekki, ha? Það veit hver kjaftur í opinbera búi gefur nýskipun. Götusóparin í kálföt, hundarhreinsarinn í jakkett og skorpleysflækningamennir í smóking. Þetta eru nýju þjóðfélagsumbæturnar, framfara andi. Góði, verð ekki reyna að vera fyndinn. Ég skal þá sýna þér stéttarfélagsskipti. Já. Sinni mitt. Næ, nú er það í fötunum sem okrarinn hafði af mér þetta. Ég er búinn að segja þér og það er algjör óþarf að reyna að samfæra mig. Ég er samfærður.
Nú þurfum bara að sannfæra lögregluvarðstjórann. Vil ég gera svo að koma með mér og útskýra allt málið? Þér eru svo gaman sem ég verð nú að viðurkenna að ég var nú að grínast svolítið líka. En líf okkar hefðarfólksins, það er nú ekki svo skemmtilegt ef við reynum ekki að finna upp á Nei, það er nú ekki svo skemmtilegt hjá þessum fínu herrum. Þeir eru bara að drepast úr leiðindum með hestum sínum og ástmeyjum og svoleiðis. Og alltaf þegar reyna að ljúka eitthvað upp á tilveruna, þá er einhver dörgur sem kemur. Þeir eru að gera sig merkilega, en þykist ráða þessu einu og svoleiðis. Já, verð þú hann bara. Þér skulle hirða þessi blóðmiðar, ég kekk tunnuna. Þú skalt hugsa þitt neyð. Já. Er það þannig sem landi liggur, ha? Já, þetta við þurfum að skrifa hjá okkur sitthvað. Þetta virðist alltaf verða meiri háttar kæra, kall mín. Láttu ekki svona, þú getur lent í mestu ólögt út af þessu. Já, skrifið bara til þú sjálf skrifir upp að hún líkur. Við erum með hótan, ha? Ég ræður þetta ekki með grín við þá sem halda við lögum og reglum. Hvað? Sveitamaður, já, búin að maður. Þetta er hún að missa glóruna nú kærandi og hann er í rétti. Það er ekki aftakningi sitt, hann í þessum einfalda heimi sem lætur stjórnast á auðmagninu. Þá getur ríki komast upp með hvað sem við fátakan auðmingja. Leikið á þig, tróður tæg, sparkaði rassinn á þig. Hvað er þetta dansi? Fangt ég skal... Alltaf hóðast húnum dæni, vinstri hefði bann. Ég gefstu! Bara þessu tunni með öllu sem henni tilheyrir. Hér er við slagsins að fengi glóruna aftur. Þá tækið henni bara farið með henni á stundinni. Ég er að minnst búin að læra það, maður gerir ekki að gamni sínu, refsingalaust með annar að mann öskutunum. Hann hefði þessi blómiðar. Þér skuluð eiga þau sem heiðurslaun fyrir sigurinn. Tækið bara tunnuna með öllu sem henni viðkemur. Ég þakka, gjarnan. Ekkert að þakka. Mín var ánægð. Og gleðilega páska. Gleðilega páska? Hvernig þá? Jú, þegar maður opnar páskaeggin þá finnur maður svo oft eitthvað óvænt. Óvænt? Jú, ég fann einu sinni nakinn mann í einu. Já, þarna sérðu hvað það var haft í för með sér á barðir hann í höfuðið. Hann var skrítið þegar hann fættist. Og hvað finnir við þetta sem átt að vera óvænt? Það skil ég nú ekki. Þið skiljið það bráðum. Bráðum! Bráðum! Nei, hættir að hlæja svona, annars verð ég bara að skæla. Af hverju hlægir svona illa? Nei, en alltaf þegar ég heyri ykkur hlæja og get ekki legið með að ég skil ekki á hverju, þá verð ég bara að skæla. Af hverju? Af því þá finn ég svo vel hvað ég er vitlaus. Ég skil svo sjaldan neitt og þá loksins ég gerð ég alltaf síðust alla til þess. Þér ættuð að gleðjast yfir því. Þá hafið þið möguleika á því að komast í himnaríki. Þér munið hvað stendur í Biblíunni. Hinni síðustu munu verða fyrstir og hinni næst síðustu aðrir í röðinni og svo framvegis og svo framvegis og svo. Það er svo göfugmannlegt sem þið segið. Hvaða hlýtur að vera dásamlegt að hafa það á tilfinninguna að maður sé svona merkilegur. Vera greifi og allt þess áttar og sjást í sjónvarpinu og svoleiðis. Alveg eins og maður væri eitthvað. Mér finnst ég alls ekki verið eitthvað. Þvert á móti ég er bara duftið og tómið og askan og það sem að tómið er tómið. Æ, nú man ég það bara ekki lengur. En sjáuðu til, svo ég tæki dæmi, þó að ég klæðist prestsempu eða herforingjabúningi, þá held ég samt áfram að vera nakinn. Það er að segja götusópari. Skiljiði mig? Nei, ekki bofs. Þið sjáuðu, ég er alveg vonlaus. Þegar ég hugsa betur það, þá er ég viss að það er ég sem er minna virði af okkur tveimur. Því ef hvorugt ykkar skildi að ég var nakinn, það er að segja götusópari, þá hlýtur það að þýða að í kjólfötum sé ég eitthvað. Þá er ég með öðrum orðum ekki lengur Guð. Skiljiði mig? Nei, ekki vel. Þér eru þó ennþá greifi og sendiherra, er það ekki? Ég er að segja ég hef aldrei verið greifi og ekki heldur sendiherra
Nú ég ekki einu sinni götusópari lengur. Ég hef mist bæði peningana og atvinnuna. Ef ég þó að minnsta kosti væri Guð, hvað ætli páfinn segi? Hann verður sjálfsagt leiður. Æ, finni þér mikið til í höfðinu. Nei, nú líður mér alveg stórvel. Það er eins og sé að renna upp fyrir mér þetta þarna. Ég kannski ekki lengur á himni og jörðu og allstaðar. Það veldur mér engum áhyggjum lengur. Mér bara léttur öllu heldur við það. Ég kannski ekki lengur neitt Guð, en mér finnst þó eins og að ég sé manneskja. Eins og að ég sé eitthvað. Annars hefði það ekki verið svona sárt þegar hann var að lemja mér á hann. Hugsa sér að maður skuli geta orðið að manneskju við það að láta lemja sig. Nú finnst mér ég næstum því hamingjusam. Og ég er svo hamingjusam. Hvað lífið er skrítið. Maður er með þessi sífelldu heilabrot fram og aftur, þangað til maður ætlar að ganga vitinu. Maður fer í stökkum og loftköstum til að höndla hamingjuna og svo uppgötvar maður allt í einu að það nægði bara að hafa fataskipti. Erfiðara var það nú ekki. Og alltaf því að ég rakst á nakinn sendiherra. Sendiherra? Þennan. Sendiherra!